Alex, fylgistu mikið með því sem að gerast á Gaza? Já, svona frekar. Hvernig gerur það? Gegnum netið, fréttir? Það netið, sjónvarpið. Já. Sem pabbi hringir og svona segir hvað er í gangi. Já. Og hvernig fréttur af því að frændur þínir hefðu fallið? Hann pabbi hringdi og sagði okkur það. Já. Hvernig brástu við? Það er náttúrulega bara hræðilegt. Við vorum bara að leið í skólan og ég veit ekki hvernig það gerðist sko. Og tveir ungir drengir og svipuðum aldri og þú? Já, 16 og 21. Og ekki þáttakendur í Hamas eða neinn? Bara venjulegir strákar. Eins og þú? Já, bara eins og venjulegur íslenskur strákur. Já. Bara leiðin í skólan. En nú finnst mörgum Íslendingum efalítið þetta sé dálítið langt í burtu frá þeim. Einhvers staðar fyrir botni Miðjarðarhafs og staðar sem að fáir eða engir, mjög fáir Íslendingar hafa komið til dæmis inn á Gazasvæði. Þetta er öðruvísi fyrir þér. Já, þetta er náttúrulega amma mín og afi sem eru þarna flýjandi sprengjur bara hlaupandi milli húsa og þú hefur margoft hitt þau? Já, hitti í Bandaríkjunum þegar ég fer að hitta pappa. Já. Síðan fór ég þangað þegar ég var 5 ára líka. Já, manstu eftir því? Já, mjög lítið. Já. En hvað er langt síðan þú hittu þau síðast? Það var bara, það var fyrir 2 sumrum held ég. Já. En þú ert ekki í beinu sambandi við, þú ert í sambandi við gegnum pappa? Alltaf í gegnum pappa sko. Já. Og veistu eitthvað þeirra hagi núna? Nei, ekki nema það að þau eiga ekki vatn, ekki rafmagn, ekki neitt. Búa hjá einhverju fólki sem ég þekkja sko. Já. En ekki ættingjum? Nei, held ekki. Veistu hvernig framtíðin verður fyrir þau? Það veit náttúrulega enginn sko. Nú ert þú í ból sem stendur á Frjáls Palestína. Já. Hvernig getur lýst fyrir okkur hvernig þú vonir að framtíðin fyrir fjölskyldu þína og annað fólk á Gazaströndinni verði? Það er náttúrulega bara að fá frið. Þetta er náttúrulega bara, þetta er svo einfalt. Þeir eru bara að reyna að fá landið og bara gera hvað sem er til þess að fá sitt sko. En nú segja Ísraelsmenn þeir eru að verja hendur sínar vegna þess að það er verið að skjóta á þá. Já. Og segja að Hamas eru hefndarverkasamtök en þeir verða samt njóta stuðnings almennings þarna. Getur þú ímyndaði hvernig þú hefði brugðist við ef að atvikin hefði hagað því þannig að þú hefðir búið þar en ekki á Íslandi? Nei, þetta er náttúrulega svo hræðilegt sko að þetta er bara, ég get ekki ímyndað mér það. Alveg bara. Þetta er einhver staða sem enginn getur ímyndað sér? Þetta er eitthvað sem að bara þau sem eru að upplifa þetta núna munu skilja sko. En getur á einhvern hátt ímyndaðir hvaða áhrif þetta hefur á börn og unglinga eins og þig sem er að vaxa þarna upp? Við búum í friði hér en þetta fólk býr við eilífa lífshættu? Já, náttúrulega þeir sem verða eftir, þeir eru náttúrulega, já, ég veit ekki sko. Nei. Heldurðu að afiðin og amma muni eftir þessi ósköp vilja, nú eru þau eins og mamma þess að amerískir ríkisborgarar líka, heldurðu muni vilja fara, þau vildi ekki fara, þau vildi vera á sinni ættjörn? Ég heldur muni flytja til Bandaríkjanna ef það sá valkostur kemur upp. Já. Aftur allavega. Já. Og ef þau lifa af. Já. Nú hefur þú verið að leita að ættmenninum, Palestínumenn, þeir mjög margir flóttamenn og mjög margir hafa dreifst alla jarðir. Já, ég er búinn að finna fullt af Abu Samra fjölskyldumeðlimum á netinu sko. Já. Búa bara alls staðar út um heiminn. Já. Það er erfitt að tala við þá sko. Þú hefur ekki reynt að sitja í sambandi? Jú, ég var að reyna í gegnum netið. Já.
Og vissuðu af því að það veri einn nabúsamur á Íslandi? Nei, það vissi enginn sko. Nei. En pabbiðinn, hefur hann verið í sambandi við svona stórfjölskylduna líka eða? Já, hann talar við eiginlega alla held ég. Já. Þegar að umhægist og vonandi, ef það kemst á friður, heldur þú getur hugsað að fara aftur í heimsókn til Gaza? Já, auðvitað. Það er bara fyrsta sem ég myndi gera ef það væri friður sko. Sérðu möguleika á frið innan tíðar? Nei, eiginlega ekki núna sko. Það er náttúrulega bara eins vont og það hefur nokkuð tíma verið núna.